töluvera breytingar á hópnum fyrir komandi leiki gegn Norður-Írum, svona ferskir vindar, eða hvað? Já, ég bara er ánægð með hann hóp og ánægð með þá leikmenn sem ég valdi og ég bara bjartsýnn á það að við höfum eftir að gera vel. Alltaf sumir leikmenn valdir svona nauðsyn að breyta líka út af meiðslum og öðru slíku, það voru það við. Jú, auðvitað er partur af þessum breytingum alltaf eru bara að koma til út af öðrum ástæðum, meiðsli og annað, þannig að það er bara eins og gengur að gerist, kannski óvinni margar í einu sem eru alveg frá, ekki tæpar, þetta eru bara alveg frá, en kannski ágætis tímapunktur einhverju leiti að svona eftir að það er að fara frá ný keppni og þá er örugglega ágætt að fara í nýja keppni með einhverja nýja leikmanna. 3 nýlegar í hópnum, af hverju valdirðu þær fram með þér aðra? Bara ég er ánægð með þessi sér til undanferð. Bara það er að vera að spila á jákvæðu nótunum og það er að standa sig vel allar og er allar að sýna miklar framfarir og framþróun á sínu leik og hafa verið að taka bara fín skref í sinni spilamennsku. Svo hjá Telmu, henni liði vel á stóra sviðinu, við vorum bara úrslitaleik bikarsins. Já, Telma var bara virkilega flott í þeim leik til dæmis og hún hefur bara vaxið eftir sem líður á þetta ár og bara verið virkilega flott og bara spennandi leikmaður fyrir okkur og kemur með eiginleika sem eru góðir að hafa, hefur hraða og hefur tækni og þegar það er í blanda þá getur það gert ýmislegt. Og hvernig sér þetta á móti Norður-Írum? Þetta verða hörkuleikir, við erum búin að grandskoða Norður-Íruna bak og fyrir og þær eru varnarsinnaðar en samt mjög direkt þegar þær eru með boltan þannig að svo eru þar grimmar í návegum og allt þetta þannig að þetta verða hörkuleikir og leikir sem að eins og ég sagði áðan að þetta eru leikir sem að við þurfum að vera tilbúin í allt og þetta eru leikir sem við þurfum að vera að spila okkar besta til að klára það. Nýtt þjálfarateymið eins og komið inn að koma nýju menni með inn í hópinn? Þetta er náttúrulega svona tiltölulega nýbyrjað þó að samstarfið náttúrulega ennþá starfandi hjá Þrótti, þannig Óli og þannig að það hefur svona verið svona á handalöfum þannig séð en bara flott og komið með bara góða hlutinn og góða sýn á þetta og þeir báðir eftir að reynast okkur virkilega vel og ég er bara mjög sáttur og bara spenntur fyrir þessu samstarfi. Svona ég sagði að þetta var allt planað með að fá Óla inn. Talar við hann hann sagði sjálfur að stundum hugsaði hann kannski að hefði hann ekki átt að segja þetta, bara hvernig eru svona þín samskipti við hann varandi svona sem hann lætur út þessu opinberlega á stundum? Ég er ekkert skipt með því og meðan það er ekki yfir einhver svona velsæmismörk þá er ég ekki að fara skamman fyrir einhverja svona hluti, þetta er bara eitthvað sem menn láta út að skrifa og fólk læri bara að nota samfélagsmiðla rétt og tala og hefa virðingu allt og alla en að meðan þetta er ekki eitthvað gróft og yfir eitthvað velsæmismörk þá er engar ákvæði. Kannski af hverju þessi tímapunktur að skipta eða gera breytingar á starfstíminu? Ég taldi það bara, þetta er ný keppni og maður breytir ekki starfsliðan í miðri keppni þannig ég taldi það bara að við værum að fara inn í svona smá nýtt uppaf, nýja keppni vonandi næstu 2 árin þannig að ég taldi þetta bara að vera góðan tímapunkt til að skipta og fá nýja raddir og nýja sýn á hluti með mér og sem myndi hjálpa mig bara til að þróa liðið áfram. Kannski nauðsynlegt bara með hvernig staðar, við horfum á 1 sigur í 14 leikjum eitthvað, þannig að nauðsynlegt að fá eitthvað nýtt blóð inn í þetta. Já, örugglega. Það er alveg að horfa á svoleiðis að við þurfum að stígu upp, það er ekki spurning og við þurfum að byrja því strax, við þurfum að halda okkur áfram með þessari A-deild og síðan í framhald af því förum við í erfiða riðil alveg örugglega og þannig við höfum engan tíma til að vera að bíða með hluti, ég þurfti bara að taka ákvörðun hvernig ég vildi hafa það og ég taldi þetta að vera góð ákvörðun. Það eru á þetta svona sem nýjan kafla? Það er bara, já, kannski einhverju leiti og vonandi, en vonandi verður þetta langur kafli og það er náttúrulega stefnan, þetta verður langur kafli hjá okkur og góður, en og ég held að það sé bara búin að vera í rétt að 5 ár og ég held að það sé bara ágætis tímapunktur að skipta út og gera breytingar og það er bara gert á ekki út af einhverju óánægju með hina, alls ekki, ég er mjög ánægður með Ása Óla en ég taldi þetta bara vera ágætis tímapunktur að gera þessa breytingu.